Slei. Okay. Jæja vinir, eins og þið vitið þá ég búinn að vera að fara aðeins yfir Opinberunarbókina alveg frá byrjun. Nú er komin inn í kafla 2. Nú er búinn að fara yfir innganginn að bókinni og allt það sem að þar kom fram í fyrsta kaflanum og svo byrjaði ég síðast og fór yfir fyrsta söfnuðin af 7 sem eru í kafla 2 og 3 og við kláruðum Efesus. Svo nú ætla ég að halda áfram og ég er að vona að ég klári allavega 2 söfnuði í dag því að mér langar að halda svolítið áfram með þetta svo ég komist eitthvað áfram í sumar með Opinberunarbókina. Þannig að eins og ég segi, síðast fóru Efesus sem hafði glata kærleika sínum sem var fyrstu aldar söfnuðurinn, allt frá krossdöðanum til það bil 100 eftir Krist. Það var það tímabil. Nú vettvangurinn hann breytist og við komum að næsta söfnuði sem er Smyrna. Og það segir þarna í Opinberunarbókinni 2:8 og engli safnaðarins í Smyrnu skalt þú rita. Nú orðið Smyrna það þýðir líklegast ljúft ilmandi reykelsi eftir því sem kemst næst. Nú kirkjan í Smyrnu stóð frammi fyrir ofsóknum og dauða, svo er það ekki heillandi að hugsa til þess að þessi kirkja sem var fyrir öll þessum ofsóknum og dauða skildi bera þetta nafn ljúfur ilmur reykelsisins. Og hvar er Smyrna í dag? Það er nútíma hafnaborg í Tyrklandi, svæði eða borg sem heitir Izmir. Þannig að það er hægt að finna þessa fornu borg og rústir hennar eru þar enn. Og Smyrna var líka mjög fræg rómversk borg eins og Efesus sem ég talaði um síðast. Og við skulum skoða hvað Kristur hafði að segja þennan söfnuð og taki eftir því að hann hefur enga fordæmingu fyrir söfnuðinn í Smyrnu eins og við sjáum í mörgum öðrum, ég held öllum hinum söfnuðunum. Og svo segir í versi 9: Ég þekki þrengingu þína og fátækt, en þú ert samt auðugur. Þetta virðist vera alveg þversögn í þessari setningu. Fátækt er samt auðugur. Það sem hann er að segja er að þú hefur gengið gegnum þessar raunir og þetta voru kristnir einstaklingar í þessu samfélagi þar sem að raunverulega ríkti mikil fátækt, en samt sem áður þá var ákveðin auður til staðar. Þetta er samfélag sem var auðugt af trú, trúmennsku og auðugt af orði Guðs. Og svo segir hann að ég veit hvernig þú ert hrakyrtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gyðinga en eru það ekki, heldur samkunda Satans. Og það má segja að þetta hafi verið eina vandamálið þarna sem að Jesús gat fundið að þeim. Á meðal þeirra voru menn sem voru þar á fölskum forsöndum. Að þarna voru menn sem lýsa yfir einu en eru eitthvað allt annað. Segjast vera fylgjendur Krists en eru það ekki. Og þannig í raun tilheyra þeir samkundu Satans, því annarkvort ertu með Guði eða með Satan. Það er bara öðru hvoru megin ertu. En þeir kannski gera sér ekkert grein fyrir því sjálfir að það sem þeir sjálfir eru jafnvel blekktir af Satan. Og svo segir hérna í versi 10: Hvíð þú ekki því sem þú átt að líða, sjáðu djöfullinn mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að yður verið freistað og þér munuð þrenging hafa í 10 daga og vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og eins og ég sagði, þessi söfnuður hann var fyrir hræðilegum ofsóknum og þetta var tímabili frá 100 til 313 eftir Krist. Og kirkjan hún óx hratt á þessum tíma. Djöfullinn veitti því að sjálfsögðu athygli hversu hratt kirkjan óx svo hann svaraði því með hörðum ofsóknum. Nú venjulega voru kristnir ekki ofsóttir í Rómaveldi af þeirri sökum að þeir væri endilega kristnir eins og ég komið að áður hérna. Ástæðan fyrir því er að þeir voru ofsóttir var svo að þeir vildu ekki brenna keisaranum reykelsi
Og í Smyrnu það voru 3 aðal guðir. Það var Afrodíta, gyðja ástar og kynhneigðar. Svo var það Díonýsos, guð drykkju og gleðskapar. Og svo einnig Demeter, þrumuguðin eða guð frumefnanna. Og einu sinni á ári þurfti hver rómverskur ríkisborgari að koma og brenna reykelsi fyrir þessa guði og sýna þannig hollustu við guðina. Og það er saga Pólíkarp. Pólíkarp var einn af kirkjuleiðtogunum í Smyrnu og hann var handtekinn af rómverskur yfirvöldum og færður inn á Markastorgið, og þegar hann kom þangað hrópaði mannfjöldinn: "Hér er faðir kristinna manna." Og dómarinn þar sem dæmdi hann sagði: "Brenn keisaranum reykelsi, brenn keisaranum reykelsi fyrir Afrodítu, Díonýsosar og Demeter." En Pólíkarpus neitaði og hann svaraði og sagði: "Ég er 86 ára gamall maður með hrukkur í andliti, grátt hár, skjálfandi hönd. Kristur hefur aldrei beitt mér óréttlæti. Hvernig get ég þá afneitað Jesú mínum núna?" Og Pólíkarpus hann var brenndur á báli. Og þetta voru hræðilegi tímar. En tóku eftir því að þarna tala 10 daga. Hvað á hann við með því? Og oft í spádómum Biblíunnar er spámanlegur dagur. Einn spámanlegur dagur, jafngildi einu bókstaflegu ári. Eins og við höfum margoft komið að hér frá þessum ræðustóli. Ég ætla bara að nefna að þetta kemur fram til dæmis í 1. Mósebók 29:27 og 4. Mósebók 14:34, Esekiel 4:4 ef þið viljið fletta þessu. Þannig að 10 dagar gæti þýtt 10 ár. Hvað segirðu? Og það er þá tímabilið frá 303 til 313 telja margir að geti þetta passað við það. Það var það harðasti tími ofsókna í þessum söfnuði. Á þessu tímabili það var ofsóknir af hálfu Díókletianusar. En hann bannaði kristni í heimsveldinu. Og hann samþykkti tilskipunum að útrýma og drepa alla kristna innan heimsveldisins. Svo ofsóknirnar voru gríðarlega harðar. Og það er rómverskur sagnfræðingur að nafni Theodoret. Hann talar kirkjuþingið í Níkeu árið 325 eftir Krist. Og hann talar kristna leiðtoga sem komu til þessa þings. Og Theodoret skrifar nokkra af þessum kristnu leiðtogum sem komu með augun stungin út, handleggina afskorna og hræðileg för eftir svipuhögg vegna ofsóknana. Og hvað sagði Jesús þegar að þú stendur frammi fyrir persónulegum prófrunum og erfiðleikum? Hvað stendur þarna? Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hann sagði: óttist ekki, því að handan erfiðleikana, handan sorgarinnar og þrengingana og ofsóknana, þá kóróna lífsins okkur til boða. Og þetta orð sem hér þýtt kóróna, það meira eins og kóróna sigurvegarans. Þegar einhver einstaklingur hljóp í Ólympíu kapphlaupi og þeir voru sigursælir í því, þá fengu þeir svona kórónu. Svo Jesús að segja: þú ert í kapphlaupi lífsins og þú munt fá sigur kórónu einn dag. Horfðu lengra en tárin eða blóðsúthellingarnar eins og þeir þurft að gera. Horfðu lengra en vonbrigðin eða sorgin. Ef þú ert að gangi gegnum raunir í lífi þínu, einhverja sorgir, lítu út fyrir allt þetta til þessar sigur kórónu. Og takt eftir því hann segir: kvíð þú ekki, sem ætti kannski frekar að útleggjast óttist ekki, því að eins og Jóhannes sami höfundur skrifar í 1. Jóhannesarbréfi 4:18, hann segir: ótti ekki í elskunni, en fullkomin elska rekur út óttan, því að óttin felur í sér
hegningu, en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Svo fullkomin kærleikur rekur óttan og kvíðan út fyrir hinn trúaða. Hvað þýðir það? Þú getur ekki rekið eitthvað út sem ekki þar til staðar fyrir, ekki satt. Svo ótti sem bara tilfinning, það ekki synd að óttast eða vera hræddur. Við verðum öll stundum hrædd. En það þegar að óttinn tekur þig og kæfir gleði þína. Það þegar þú leyfir ekki kærleika Krists, það sigrast á ótta þín. Svo hvað var Jesús að segja við kirkjuna í Smyrna og við okkur líka? Hann var að segja, á tímum þrenginga myndu stundum vera hræddur, en einbeittu þér að kærleika Krists, einbeittu þér að því hversu dýrmætur þú ert Kristi. Og kærleikur Krists mun reka út allan ótta, svo hann gagntekur þig ekki. En höldum áfram hérna í þessu versi, þessu síðasta versi fyrir Smyrnu. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðin. Þeim sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Nú, hver fyrsti dauði? Hann talar annan dauði. Hver sá fyrsti? Það hinn líkamlegi dauði sem við deyjum öll, nema Jesú komi áður en að því verður. En hver þá hinn annar dauði? Það eilífur dauði. Þannig að Jesús segir við Smyrnu, þú stendur frammi fyrir dauðanum, þú stendur frammi fyrir miklum prófraunum, en leyfðu kærleika mínum að reka ótta þinn í burtu, því að þegar þú sigrar og ert mér trúr, þá getur hinn annar dauði ekki granda þér, hinn eilífi dauði. Þannig að láttu kærleika minn fylla líf þitt, svo að óttinn komist ekki að. Því að þó þú farir að sofa stund, muntu ekki upplifa hinn annan dauða. Smyrna, söfnuður sem stóð frammi fyrir ofsóknum frá 100 til 313. En það stöðvaði ekki framrás kristninnar. Kristnir menn höfðu áhrif á rómverskt samfélag. Svo hvað gerði Satan? Hann var að finna eitthvað annað bragð í þessu öllu saman. Finna upp okkur öðru. Og þá finnur hann upp málamiðlanir. Og það það sem við sjáum í næsta söfniði, Pergamos. Að það nákvæmlega það sem við sjáum. Og þegar við stúum okkur hér að Pergamos, en Pergamos þýðir upphafin kirkja. Það þar sem við sjáum ríki og kirkju saminast. Konstantínus, heiðinn rómverskur keisari, hann gerist kristinn og kirkjan upphafin í heimsveldinu. Þetta öld velmegunar fyrir kristna kirkju, en líka tími málamiðlana frá 313 til 538. En ég vil nefna kannski hér að þessar dagsetningar ekki alveg 100% endilega. Það margir spádómar í Biblíunni sem eru nákvæmlega dagsettir, kannski ekki margir spádómar, ég aðalega með einn í huga, í augnablikinu allavega, sem hafa miklu nákvæmari dagsetningar, að það þegar Biblían sjálf gefur okkur slíkar dagsetningar. En í söfnuðinu 7 þetta ekki endilega nákvæm ártöl. Svo við þurfum að hafa smá sveigjanleika í því og ekki að stressa okkur á því. En skilaboðin til Pergamos hefjast svona: og engli safnaðarins í Pergamos skalt þú rita, þetta segir sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og bitra. Og hvað táknar sverð í Biblíunni? Við vitum það, við lesum það í Hebreabréfinu 4:12, þar sem segir: því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Þannig að tvíeggja sverð orð Guðs. Boðskapurinn til safnaðar sem hefur gert málamiðlanir sá að það Jesús, hann orðið.
og þeim sagt að hverfa aftur til orðsins. Og svo segir hann að ég veit hvar þú býrð, þar sem hásæti Satans er. Þú heldur stöðugt við nafn mitt og afneitar ekki trúni á mig. Jafnvel ekki á dögum Antipasar míns trúa vottar sem deyddur var hjá yður þar sem Satan býr. Og hvað þýðir það hér að ég veit hvar þú býrð þar sem hásæti Satans er? Og Pergamos var byggð upp á hæð og keppti við Efesus sem yfirráð í Rómveldi og þar voru ýmis heiðinaltari og keisarinn var dýrkaður sem guð. En kannski áður hefði helst tíðkast að keisarinn var ekkert settur í guðatölu fyrir en eftir að hann andaðist. En þarna var hins vegar í fyrsta skipti í sögunni altari þar sem að rómversku keisari var tilbeðinn eins og hann væri guð. Og það er það sem að hér er kallað hásæti Satans að mínum mati. Svo hér hefur þú kristna menn sem búa í borg þar sem að keisarinn hefur lýst sjálfan sig vera guð. Og við lesum áfram hér: þú heldur stöðugt við nafn mitt og afneitar ekki trúni á mig. Og hvað er þetta að segja við okkur í dag, okkur sem lifum þar sem að guðleysi er allsráðandi í himninum? Og það sem það er að segja, hvar sem þú ert getur þú verið trúr Kristi. Og hvar sem þú ert, eða hversu erfitt það kann að vera, hvaða pressu sem þú verður fyrir frá þeim sem ekki trúa, og hvaða pressu sem þú verður fyrir í starfinu, þú getur þú verið trúr Kristi. Og svo segir hér, jafnvel ekki á dögum Antipasar míns trúa vottars sem deyddur var hjá yður þar sem Satan býr. Og hver er þessi Antipas? Ef þú skoðar þetta orð, Antipas, anti í Biblíunni það þýðir ekki endilega á móti, það getur alveg sitt annað eða í staðinn fyrir. Og pass þýðir faðir. Svo þetta þýðir í raun í stað föðurins. Og ekki ósennilegt að þetta sé að vísa til þess. Nú það er áhugavert að vita til þess að á þessum tíma að það voru kristnir menn í Pergamo sem að ólu börn sín upp í trúnni og oft þurftu synirnir að þola píslarvottar dauða í stað föðursins. Hugsanlega er þetta að vísa til þess. Feðurnir afneituðu ekki trúnni jafnvel þó að þeir hafi þurft að horfa upp á píslarvottar dauða sonar síns á altari Satans. Og Jesús segir jafnvel við slíkar aðstæður þar sem börnin ykkar eru líflátin fyrir trúna. Heldur þú stöðugt við nafn mitt. Og þegar við lesum þetta svona skynjum við kærleika og meðeinkum Kristi þeirra sem þurfa að þola illt hans vegna. Og svo segir hérna í versi 14, en þó hef ég nokkuð á móti þér, þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams, þess kendi Balak að tæla Ísraels menn. Nú Bíleam, hann var falsspámaður sem við lesum í Gamla testamentinu og stundaði ýmiss konar siðleysi, brýtur lögmál Guðs og leiðir Ísraelsmenn til Balak til að drýja hór með móabískum konum. Þannig hann vanvirðir algjörlega lögmál Guðs. Svo hvað erum við að tala á þessu tímabili? Þessu tímabili 313 til 538 cirka, svo við komum inn á hann. Tímabil málamiðlana. Tala tíma þegar að kristin trú er útþynnt. Tími þar sem að heiðnu skurgoðin og sólardýrkun kemur inn í kirkjuna. Kenning Bíleams kenning sem segir hvað sem menning í kringum þig er að gera, blandaðu því inn í kristnina. Það er það sem þið voru að gera. Og það er nákvæmlega það sem Konstantín gerði. Hann gerði kristni löglega í heimsveldi sínu. Hann ákvað að til að bjarga heimsveldinu væri hann tilbúin að gera málamiðlanir og sameina kristni og heiðni. Og svo komu skurgoðinn sem heiðingjar tilbáðu inn í kirkjuna á þessu tímabili. Sólin sem dyrkuð var af heiðni kom einnig inn í kirkjuna. Þannig að á þessu tímabili var fráhvarf frá orði Guðs yfir í
hefðir manna, heiðnar hefðir manna. En við höldum áfram það sem að segir: þess kendi Balak að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neyttu kjöt sem helgað var skurgoðum og drýgðu hór. Svo þetta þú sér aftur að þetta eru málamiðlanir og jafnvel að fremja kynferðislegt siðleysi, brot á lögmáli Guðs. Og svo segir þarna: þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikolaíta. Og hver þessi kenning Nikolaíta? Það í raun að láta eigin huga vera leiðavísi þinn í staðan fyrir orð Guðs. Það lögleysi, taumlaus ástríða. Það gerðu það sem þér finnst sjálfum vera rétt í stað þess að fylgja í öllu orði Guðs. Svo vers 16: gjör því iðrun að öðrum kosti kemur skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Og hvað sverð munns hans? Það orð Guðs. Og 17. versi segir hér: sá sem eyra hefur heyri hvað andinn segir í söfnuðinum, þeim sem sigrar muni gefa eitthvað af huldu manna. Og hvað á hann við með manna? Jesús sagði í Jóhannesar Guðspjalli 6:31-2: feður vorir átu manna í eyðimörkinni, eins og ritað brauð af himni gaf hann þeim að eta. Og Jesús sagði við þá: sannlega, sannlega segi yður, Móses gaf yður ekki brauð af himni, heldur gaf faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Svo manna sem þeir fundi í eyðimörkinni var ekki hið sanna brauð. Hvað hið sanna brauð? Við lesum áfram þarna á sama stað, Jóhannes 6: brauð Guðs sá sem stígur niður á himni og gefur heiminum líf. Og þá sögðu við hann: Herra, gef oss ætíð þetta brauð. Og Jesús sagði þeim: ég brauð lífsins. Og hvað hið sanna manna sem talað hér? Jesús segir: ef þú aðskilur þig frá fölskum guðum, neitar að víkja frá trú þinni, þá segir Jesús við þig: ég mun gefa þér hið sanna brauð. Ég mun næra sál þína og við munum ganga saman og tala saman og eiga samfélag saman. Og svo segir áfram þarna í textanum okkar: og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin rita nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá við tekur. Hvað merkir þessi hvíti stein? Það segir til forna að þegar rétta var yfir manni og kviðdómur sneri aftur, hafi fulltrúi hans 2 steina í hendi, svartan stein og hvítan stein. Ef hann lét svarta steinin falla, maðurinn dæmdur sekur, oft dæmdur til dauða. Ef hann lætur hvíta steinin falla, þá maðurinn sýknaður. Hvað þá hvítur steinn? Jesús segir: vertu mér trúr og ég mun gefa þér hið hulda manna, ég mun fylla líf þitt með nærveru minni og ég mun gefa þér hvítan stein. Það engin fordæming fyrir þá sem í Kristi Jesú. Þér fyrirgefið. Fordæmingin horfin, blóð Krists hylur syndir þínar og ég skal gefa þér hvítan stein og ég mun skrifa á hann sérstakt nafn, nafn sem aðeins Jesús og þú þekkir, og á þann stein frelsaður, endurleystur til að lifa á himnum að eilífu. Svo skilaboð Pergamos stattu gegn málamiðlunum hvað sem það kostar. Já, enda nokkra mínútur eftir, þannig ég ætla að freistast til þess að taka 3. söfnuðinn. Vel gert í dag. Það finnum við í 18. versi. Og engli safnaðarins í Þýatýru skalt þú rita: þetta segir sonur Guð sem augun hefur eins og eldslóga á fætur hans sem líkir glómálmi. Þýatýra tímabil myrkra miðalda, rétt fyrir upphaf siðbótarinnar, eða cirka frá 538 eftir Krist til það bil 1517. Og það áhugavert að þegar við skoðum sýnina í 1. kafla, þegar Kristur sýndur á meðal ljósastikkana 7 og þar í versi 13,
og það segir á milli ljósastikana einhvern líku mannssyni klæddan síðkirtli. Og þannig í fyrsta kafla þegar Kristi gengur á meðal okkar og þegar hann umgengst okkur, þegar hann heldur okkur í hendi sér, þegar hann þjónar þörfum okkar, hann mannssonur. Hann sá sem gekk á götum Galilíu og Jerúsalem og hann var svangur og þyrstur og hafði engan stað til að halla höfði sínu. Hann var fátækur. Hann sá mannssonur. Hann eins og við. En þegar hann sigrar yfir höfðingjum og valdi hins illa, þá hann sonur Guðs. Sonur Guðs varð mannssonur, þannig að mannanna börn gætu orðið synir Guðs. Jesús fullkomlega Guð, fullkomlega maður. Og í Opinberunarbókinni finnum við Krist sem son Guðs og einnig sem mannssoninn. Og svo segir, ég þekki verkin þín, og mundu, hann byrjar alltaf á þessum orðum til allra safnaðana, ég þekki verkin þín. Og kærleikan, trúna, þjónustuna og þolgæði þitt og veit að verk þín hinn síðari eru meiri en hinn fyrri. Með öðrum orðum, það framför hér. Hinar myrku miðaldir halda áfram en þegar fer að líða á þær og við komum út úr myrkrinu og höfum við siðbótina. Svo hann að sýna þér að það framför þrátt fyrir allt. Og við erum að koma út úr myrku miðaldunum. Svo segir hér í versi 20, en það hef ég á móti þér að þú líður Jezebel, konuna sem segir sjálfa sig vera spákonu og kennir þjónum mínum að afvega leiðir þá til að drýja hór og eta kjöt helga skurðgoðum. Og í spádómum Biblíunnar táknar hrein kona hina sönnu kirkju, en skækjan táknar hina föllnu kirkju. Þegar kirkjan fer að halda við heiminn það kallað framhjáhald. Og við skulum skoða þetta í Jakobsbrefi 4:4, bara til að fá þetta á hreint og hvað táknar Jezebel. Jakobsbrefi 4:4, það segir, þér ótrúi, vitið þér ekki að vinátta við heiminn fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvinni Guðs. Svo þegar þú ert að lesa Jezebel og kynferðislegt siðleysi, þá ert að lesa spillta kirkju, því að heimurinn og kirkjan komin í eina sænga, svo má segja. Þannig að það svona þannig kynferðislegt siðleysi ef svo má orðið komast. Við erum að lesa pólitískt og trúarlegt samband, sameiningu kirkju og ríkis á miðöldum, sem ofsótti fólk Guðs og innleiddi spillingu. Og svo segir, ég hef gefið henni frest til þess að hún gjöri iðrun, en hún vill ekki gjöra iðrun og láta af hórdómi sínum. Og nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð. Með öðrum orðum, hún andlega veik. Hún hefur ekki tekið við fagnarindinu til að umbreytast. Þetta eru mannaboðorð sem hún kennir, mannleg trúarbrögð. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð og þeir í mikla þrengingu sem hórast með henni ef þeir gjöra ekki iðrun og láta verkum hennar. Sjáu þið það jákvæða samt í þessu, ef þú gjörir ekki iðrun. Jafnvel í þessari spillingu, þessu andlega fráfalli, þá enn von. Það ennþá möguleiki ef við aðeins iðrumst. Sama í hvaða aðstæðum við finnum okkur, þá von. Og í 23. versi, mörgum þykir það erfitt að skilja það vers, þegar það sem skiljanlegt ef fólk tekur það bókstaflega. En það segir, og börn hennar mun ég deyða. Hver eru börn Jezebel? Börn Jezebel eru fylgjendur Jezebel sem hafa einnig brotið lögmál Guðs. Það ekki verið að tala börn í venjulegum skilningi. Það verið að tala afkomendur eða börn Jezebel. Með öðrum orðum, þeir sem lifa í sama lögleysi, guðlausu lífi, þeir munu hljóta sömu örlög á Jezebel. Svo segir þarna, og allir söfnuðirnir skuli vita að ég sá sem rannsaka nýrun og kjörtun og ég mun
gjalda yður hverjum og einum eftir verkum yðar. Athyglisvert að Guð þekkir hjarta okkar. Hann horfir ekki bara á verk okkar, hann horfir á hjarta til þess sem við raunverulega erum hið innra með okkur. Það er það sem að Guð horfir á. En vers 24, en yður segi ég, hinum sem eruð í Þýatýru, öllum þeim sem hafa ekki kenningu þessa. Hann er að skrifa til þeirra. Þarna er verið að tala leifarnar, eins og við oft minnst á hér úr ræðustóli, að þá sem eftir eru hafa ekki látið spillast. Að þannig sjáum við að jafnvel í Þýatýru, þessum spillta söfnuði, eru leifar til staðar sem halda fast við sannleikann. Í miðri spillingu og myrkri getum við verið sigurvegarar. Allir söfnuðirnir 7 hafa boðskap að við getum sigrast á kringumstæðum okkar. Í Efesus, þegar þú hefur yfirgefið þinn fyrri kærleika, getur þú verið sigurvegari. Og í Smyrnu, þegar þú stendur frammi fyrir þrengingum og dauða, getur þú verið sigurvegari. Og í Pergamos, þar sem að mála miðlarnir eru allt í kringu þig, getur þú verið sigurvegari. Og í Þýatýru getur þú verið sigurvegari. Og taktu eftir. Öllum þeim sem hafa kenningu þessa, þar sem þeir hafa ekki kannað djúpt Satans, sem þeir svo kalla, aðra byrði leggi eigi á yður nema það, að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Hér er þema Opinberunarbókarinnar. Vertu staðfastur, ekki gefast upp, því Jesús segir, ég kem aftur og haltu fast þar til ég kem. Nú það er 1500 staðir í Biblíunni sem tala að Jesús kemur aftur. Og við lesum það í Sálmónum og í Jesaja, og Páll segir, drottinn sjálfur mun stíga niður af himni, og Jesús segir, ég kem aftur. Og hér segir, haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta er svo von sem veitir okkur sanna hamingju og innan þrengingu og andlegt fráfall og spillingu. Hvað er það sem heldur okkur gangandi? Það er þetta fyrirheit að Jesús mun vissulega koma aftur. Og takið nú eftir hér það sem segir í versi 26-29, þeim er sigrar og varveitir allt til enda, verk mín mun ég gefa vald yfir heiðingjunum og hann, það er Jesús, mun stjórna þeim með járnsprota eins og leirker eru móluð. Það vald hef ég fengið frá föður mínum og ég mun gefa honum morgunstjörnuna. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðum. Morgunstjarnan. Jesús Kristur rís upp í hjörtum okkar og gefur okkur þann raunveruleika að Kristur mun brjóta niður kraft helvítis. Hann á við, og hvað á hann við með þessum járnsprota? Það er þessi járnsproti að hann kemur 3 sinnum fyrir í Opinberunarbókinni. Það er í Opinberunarbókinni 12:5, það sem segir, hún fæddi son, sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum í járnsprota og barn hennar var hrifið til Guðs til hásætis hans. Einn daginn verða synd, veikindi, sorg, þjáning, sjúkdómar, hörmungar og dauð ekki lengur til. Og Jesús Kristur mun ríkja frá austri til vesturs og frá norðri til suðurs með járnsprota. Hver er þessi járnstöng eða sproti? Þetta táknar vald. Vald Krists mun brjóta niður kraftis illa. Við lesum líka járnsprotan í Opinberunarbókinni 19. kapla og Biblían segir okkur hér að Kristur kemur á hvítum hesti í vers 11, þar sem segir, þá sá ég himinin opinn og sjá hvítur hestur, sá sem á honum sat heitir trúr og sannur og hann dæmir og berst með réttvísi. Og hér eru loka átökin, allri ílsku er eitt og synd og þjáning er eitt. Og það heldur áfram að segja, augu hans eru sem eldslogi og höfði hans eru mörg ennistjásn og hann ber nafnið ritað sem enginn þekkir nema hann sjálfur. Hann er skrýddur skikkju blóði drifinni. Það er hinn lifandi Kristur sem kemur til okkar, Kristur sem dó fyrir okkur og nafn hans er orð Guðs, segir líka.
sá sem dæmir heiminn af orði sínu. Og svo segir líka, og hersveitirnar sem á himni eru, fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni. Hvítt tákn sigurs. Og af munni hans gengur út biturt sverð að slá þjóðirnar með, og hann stjórnar þeim með járnsprota. Þrisvar sinnum í Opinberunarbókinni okkur sagt frá járnsprota, kafla 3, 12 og 19. Og hvað það að tala um? Illska verður brotin niður og henni eitt. Þjóðirnar sem hafa staðið gegn Guði mun verða útrýmt. Og frá austri til vesturs, frá norðri til suðurs, Jesús en lifandi Kristur mun ríkja. Og hinn nýja Jerúsalem mun koma niður af himni og Jesús mun ríkja eilífð. Og við munum ríkja með honum. Lofið hans heilaga nafn. Ég vil vera með honum þann dag. Ég vil ekki missa fyrsta kærleika minn, eins og Efesus. Ég vil ekki gefast upp í þrengingum. Ég vil ekki víkja frá fyrir málamiðlunum. Ég vil ekki glata þessu öllu. Ég vil sannleika og ekki gefa eftir þrýstingum menningar í kringum mig. Heldur vera alltaf trúr orði Guðs. Þetta það sú hvatning sem að þessi söfnuðir gefa okkur og þessi boðskapur. Og þá ég búinn að tala í 36 mínútur, held ég, einhvers leis. Og næst þegar við komum saman, þá mun ég halda áfram með þessa 7 söfnuði, það sem frá var orðið. En takk fyrir að sinni.